að taka upp. Jæja, góðan dag. Biðið ykkur heim að staðfesta hann heyri í mér? Já. Já, takk. Nú höfum við það þessa viku og næstu 3-4. Það fáið þið bara viku lesefnið á einu blaði. Og svo verður þetta bara fært inn í bók þegar það kemur. Ég held að þetta sé einfaldara svona. Og þessa vikuna ætlum við að einbeita okkur að tvíliðureglunni. Þetta er undirstöðuregla í stærðfræði og kemur fyrir mjög víða. Þið finnið þetta verkefni bara í skilamöppunni. Svo ég segi ykkur nú örstutt frá þá hefur þetta verið þannig umliðin ár að fram að hamfaradögum þá hefur það verið síðari námskeið. Og svo tekjum við nýtt námskeið eftir hamfaradaga. Þá tekur við kannski svona hefðbundnara nám. En þessar fyrstu 4 vikurnar eru hugsaðar sem svo að við erum að æfa okkur ákveðinni tækni og rifja upp hluti sem við þurfum bara að hafa á hreinu úr fyrra námi. Þessi geta einhvern veginn átt góðan skrið á öllu námi hjá okkur. Eftir þessa viku þá höfum við að kunna upp á 10 allt sem að lítur að tvíliðureglu. Og til þess að geta sótt okkur tvíliðuregluna þá þurfum við að rifja upp Pascal-þýðingin, við þurfum að rifja upp hvað eru runur og hvað eru raðir og við þurfum að fá að vita af hverju þessi stuðlar sem við sjáum í Pascal-þýðinginum koma fram. Þessi hérna stuðlar og þessa reglu þurfum við að kunna. Og sérlega er þetta undirstöðuregla fyrir deildun og heildun. Við byrjum hér á runum og röðum hérna og við ætlum að fá að fara bara með ykkur yfir þetta. Og síðan þurfum við að skoða hvernig tvíliðu stuðlarnir eiginlega geta komið náttúrulega upp og það tengist hlutum sem eru kallar umræðanir. Á hve marga vegu getum við listum, umræðað stökum eða nöfnum jafnvel á listum. Og þetta er þá fræðin til dæmis á bakvið. Hvernig reiknar maður út hvað líkur að vinna í lottóinu. Og svo þurfum við að færa allt yfir í réttindform, í réttindaramma. Svo skoðum við nokkrar gerðir af það sem við kallum Pascal-römmum. Þá erum við búin að færa tvíliðustuðlana sem eru geymdir, það voru alltaf geymdir svona í þríhyrningi sem hefur í seinni tíð verið kennt við Pascal. Og það er þessi hérna þríhyrningur, ættum öll hafa séðan einhvern tímann og við sjáum núna hvernig þessi stuðlar verður náttúrulega til. Reglan er þannig að við höfum alltaf ása hér á annarri hornalínunni segjum við og hér ása. Þetta er hérna kölluð fyrsta hæð en hún er númeruð með 0. Við byrjum að telja í 0 hér. Og svo er þetta, þetta er hæð númer 0, þetta er hæð númer 1, þetta er hæð númer 2. Þó svo að við byrjum að telja í 0 þá er þetta svona svipað eins og þegar við erum í kjallaranum. Við höfum samt fyrstu hæð. Það er að hugsa þetta niður. Þetta er kjallarinn og þetta er svona fyrsta hæð hjá okkur, þetta er hæð númer 0. Og til þess að fá þennan hérna stöður fram þá ég að taka tölur úr 6-hyrningunum, leggja það saman og fá þennan tvist hér. Það er svona aðeins yfir þetta. Og þetta er bara reglan. Hér fáum við þrist af því að 1 + 2 eru 3. Hér fáum við þrist af því að 2 + 1 eru 3. Og það er alveg saman hvað við grípum niður. Hér höfum við 15 og hér höfum við 20. Ef við leggjum það saman þá fáum við 35. Og þá skulum við bara byrja. Summutáknið, það var Euler sem að innleiddi það fyrstur eins og svo margt annað. Ég veit ekki hvernig heimurinn væri ef Euler hefði ekki fæðst. Leibniz notaði þetta tákn áður til þess að leggja saman. Þetta er bara svona S-hljóð fyrir summu. Hann tósaði bara svolítið í S-ið sitt. Síðan ef við höfum 4 tölur, þá getum við þetta lagt það saman til þess að skrá þær í lista eða bara sem runu. Þá er þetta algengt táknmál. Við bregðum bara sviga sem opnast og lokast yfir XK-in og þau eru oft gefið með formúlu, eða ekki. Fyrir þá sem vilja meiri æfingu í runum og röðum, þá getið þið svona rennt yfir daga 10 og 11 í dæmasafninu. Það er þetta tekið svona alveg frá grunni. Síðan er þetta táknmál líka til. Hérna er almennt tákn
fyrir rununa og svo sagt á hverju hlaupið. Það að segja, þá erum við að skoða liðvísin hér K. K köllum við þá talningarunna frá 1 upp í 4, þannig að þetta á alltaf þýðir það sama. Og þetta minnir okkur svolítið á það sem að MATLAB gerir. Nema þá setjum við þetta upp á undan og gefum síðan einhverja formúlu fyrir liðum runnunar. Ég noti yfirleitt K til að láta eitthvað hlaupa á einhverjum, byrja að telja. Í mörgum bókum nota menn I fyrir hlaupara eða index. Oft viljum við byrja að telja í 0, sérlega þegar tölurnar í rununni eiga að vera veldisvísar líka. Svo getum við sagt að runa sé 4 af fyrstu 8 talnanna. Þá getum við skrifa hana svona 1, 3, 5, 7. Þá erum við hér í heildsinni og svo sjáum við hér formúlu fyrir hverjum lið til dæmis. Hérna ég nota J bara til þess að sjá að það má. Í MATLAB skrifum við til dæmis bara runa er jafnt og eitthvað. Þetta er jafnbila runa, við sjáum það, hún byrjar -2. Það er 1/10 á milli samlíkjandi staka og hún fer upp í 3. Hvað þýðir þetta þegar maður segir svona táknmál? Þetta þýðir láta J fyrst vera 0, svo J að vera 1, svo J að vera 2. Og svo lokum J að vera 3 og við getum sett þetta upp svona. Talan 1, þetta er talan 3, hér koma 4, 5 og hér er að vera tvistur. 2 sinnum 3, það er reglan. Plus 1 er 7. J er nú reynda líka notað, sérstaklega rafmagnsverkfræðingum fyrir tvinntölum. Svoleiðis að það er alveg sama hætta að nota J og I, en ég leyfi mér nú samt að nota J. Þannig að það skiptir raun engu máli hvað ég læt liðvísin heita, hann má heita J, K eða I. Almennt er þetta þá öll runan, exit. Hérna er ég bara að nota hitformið og svo má þetta bara setja runan upp í töflu. Formúluna hér er inntaksrunan og hér er úttaksrunan. Allt í lagi. Þetta hérna, 2K minus 1, ef við byrjum að telja í 1. Er alveg sama runan og 2K plus 1 ef við byrjum að telja í 0. Sjáum að hér er inntaksrunan frá 1 upp í 4, en hér er inntaksrunan frá 0 upp í 3. Við sjáum þá líka að það eru margar leiðir til að setja fram runin. Hér er tölvöld að sýnidæmum. Hér er búið að skilgreina inntaksrununa fyrst og svona getur við skrifað hann út í MATLAB. Og svo getum við líka náttúrulega bara að setja alla inntaksrununa hér. Og við fáum alveg það saman. Við sjáum síðan að þetta hérna táknmál. Hér ætti nú að vera 3 strik vegna þess að vinstri hliðin er nýtt táknmál sem skilgreinist af því sem stendur hægra megin. Þess að þetta sömu tákn á að þýða þetta hér. Hér sjáum við fjölda liða. 1, 2, 3 og 4. Hér er nægir að sýna bara fyrsta og síðasta lið. Það er alltaf 1 á milli hér. Þegar við leggjum saman lið í runu, þá fáum við röð og það er næstu því sama að segja bara summa. En röð er summa sem er mynduð úr liðum runu. Táknmál hérna vinstra megin þýðir, já, hvað eru mörg stök í inntaksrununni? Það er bara 1. Við byrjum að telja í 1 og hættum að telja í 1. Og hvað erum við að gera? Við erum að leggja saman ása. Þetta er þá bara 1. Og svo skilgreinum við þetta bara hægt og rólega. Hvað þýðir þetta hér? Að K hleypur frá 1 upp í 2 og þá að leggja saman ása. Það þýðir nákvæmlega þetta hér. Þetta var komið. Þetta er 1 og svo bætum við 1 við. Og nú erum við bara að telja. Nú er þá 2. Og frá K sem hleypur frá 1 upp í 3. Þá notum við það sem komið er. Þetta er 2 plus 1 og svona er jú talninga skilgreindar. Þannig að þegar við sjáum runu á þessu tagi hér, þá erum við bara með fasta. Síðan byrjum við á 1 og þetta þýðir legðu fastan, já, hér 4 sinnum við sjálfan sig. Þetta þýðir, sem sagt líka, K hleypur frá 1 upp í 4. Þetta þýðir bara 1 plus 1 plus 1 plus 1. Og almennt talar upp í n, þá höfum við þessa framsetningu á því með summu táknmáli, eða sigma táknmáli, hvernig við skrifum talninguna n. Og svo þegar við komum upp í n, þá getum við hvílt okkur stund og svo bara daginn eftir, þá getum við haldið áfram að telja. Og svo erum við að æfa okkur í táknmálinu og ég hvet ykkur til að skrifa þetta bara niður á blað, jafnvel rissa það niður, ef þetta er ekki liðugt. Við ættum öll að vera með á hreinu hvað þetta hér á að þýða. Og þess vegna finnst mörgum gott að hugsa þetta svona í hér eru K-in.
og þetta geti þýtt sem 1, 2, 3, 4 og formúlan hér almenni liðurinn í röðinni er 2k mínus 1 og svo ger ég eins og áðan. Svo reiknum við. 2 sinnum 1 er 2 mínus 1, það gefur 1. 2 sinnum 2, 4 mínus 1 eru 3. Svo tekið þristi næst inn, 2 sinnum 3 eru 6 mínus 1, það er 5. Og lokum 2 sinnum 4 mínus 1 eru 7. Svo viljum við reyna að finna út, smátt og smátt, lokuð form fyrir runur. Oft kemur þetta bara með að prófa að sjá fram. Nú langar mér bara að sjá til hvað gerist ef við legg saman 8 tölur. Eingöngu 8 tölur, samlíkjandi 8 tölur. Og við sjáum hér að 1 + 3 + 5 + 7 eru 16. Og við segjum þá að summa raðarinnar sé 16. 16 er 4 í öðru veldi, það er að segja síðasti liðvísir í öðru veldi. Og ætli það sé tilviljun, spyr maður. Ef þetta væri með 5 hérna, fengi ég þá 5 í öðru. Svarið er nei, þetta er ekki tilviljun. Og þá prófa maður, og það er nú gott að hafa matlab stundum við höndina. Allt í lagi ef við prófum nú bara þessa tilgátu. Hvað er ef við bara eina 8 tölu? Fáum við þessa reglu? Jú, 1 er 1 í öðru. Ef við prófum þessa hér, tökum 2 fyrstu 8 tölurnar, 1 + 3, er það ferningstala? Já, 4 er ferningstala. Og verður þetta 2 í öðru? Jú. 1, 3, 5, það er ferningstala. Hér er þristurinn, síðasti liðvísi, verður það 3 í öðru? Jú, passar. Og við vorum búin að skoða þessa. 1 + 3 + 5 + 7 er 16, það er ferningstala. Það var 4. 4 í öðru. Og svo bæti ég bara næstu ósögðu við. Þess að 16 + 9 eru 25. Og svo get ég nota þessa. Ég er búinn að reikna summu 5 fyrstu liðana. Og ef ég ætla að reikna summu 6 fyrstu 8 talana, þá þarf ég bara að bæta 11 við það sem komið er. Og 11 + þetta átti að vera 25. Og 25 + 11 er 36 og það er 6 í öðru veldi. Þetta passar. Nema hvað, svo spyr maður eftir svona rannsókn. En það sem við erum að reyna átt okkur á hér, allir þessi formúla gildi. Þetta hérna er kallað lokaform, en þetta er hreinlega að telja. 1, 3, 5, 7, allar leið upp í 2n - 1. Það er síðasta liðurinn. Setjum n hérna inn í staðinn fyrir k. 2n - 1 verður þetta ferningstala. Við getum auðvitað að sanna það með þrepun og við skulum þá sjá hvernig þrepun gengur fyrir sig. Við erum allavega búin að prófa þessa formúlu fyrir n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, n-6. Þetta er alltaf síðasti liðvísir. Ennið. Hún gildir þá, k-ið hleypur síðan alltaf eftir enninu. Þannig að fyrir runu á þessari gerð hér, þar sem að k-ið er 1, 2, 3, 4, 5, 6, eitthvað af þeim, þá er þetta rétt. Við sjáum nú að ef við getum notað það síðasta sem við prófað til þess að álykta algebrulega það sem gerist á eftir. Við vitum að fyrir n-6, stóra n, þá er þetta rétt. En þurfum við alveg að reikna út 7, þurfum við að setja 7 inn. Því að hvað ég að gera, því ég er búin að reikna þetta hérna fyrir litla n-7, þá þarf ég að prófa 8 og þá þarf ég að prófa 9 og þá þarf ég að prófa 10. Ég vil nota algebru til þess að sýna mér að ef þetta er rétt fyrir eitthvert stórt n, það síðasta litla n sem ég prófa, þá er þetta alltaf rétt. Þú fáið svona, ég kalla mikadó þegar eitthvað fellur svona, eitthvað runa fellur bara með því að styðja við eina. Sem sagt, ef við höfum hér stiga og í honum eru þrep og ég er búin að prófa að klifra upp stigan, ég verð að byrja eitthvað staðar. Þarna byrjum við í einum. Þetta er þegar við höfum bara n-1, síðasta liði sem var 1. Og ég komst hingað, ég gat lagt að stað. Og svo er ég búin að prófa fyrir 6 þrep. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ég kemst hingað með því að stíga alltaf við þrepið sem var á undan. Þess vegna vorum við að setja inn það síðasta sem á komið og stíga upp í næsta þrep. Og reyna að sjá út hvort það verði eitthvað regla. Ef ég get hugsað þetta þannig, ég er búinn að prófa að stíga nokkuð fyrstu þrepin,
ef ég er komin upp í eitthvað almennt þrep, stattur hérna, ég kemst hingað. Get ég látið algebruna hjálpa mér til þess að sýna mér að ég muni komast hingað, alltaf. Ef það gildir fyrir almennt þrep númer stóra N, það þýðir ég get komist allan leið til. Þetta kannski enda hvergi svona stíð. En þetta er bara svona eins og talningar. Við getum alltaf haldið áfram að telja. Þó maður noti þá orðalega stundum að segja að við getum búið til óendanlega runur, þá erum við að fara varlega með það. Ég veit ekki hvort það er eitthvað óendanleiki til. Við getum reynt að ímynda okkur hann, en við þurfum að fara varlega í það. Það sem hins vegar rétt að segja er að við getum haldið áfram að telja. Ef við erum komin upp í ykkur stóra tölu, stóra N, þá getum við bætt einum við. Það er töluvert munur á því að segja það og segja eitthvað svo óendanlegt. En svona runur hafa þá talningar eiginleika. Það er alltaf hægt að halda áfram. Nú getum við sagt, við vitum að þetta gildir upp í 6. Við erum búin að prófa það. Þá ætla ég að stilla upp allt í lagi. Ég ætla að prófa, þetta er í rauninni 7, en ég ætla að láta það samt stóra en standa frekarinn. Öll þessi hérna tala er 7. Þetta F2 hérna, þetta er reyndar komið úr orðfæri, þetta er svokölluð Faulhaber-röð. Við fáum sér verkefni sem heitir Faulhaber-verkefnið. Svo stillum við þessu bara upp. Þetta er formúlan og þetta er síðasti liðvísir, hér er fyrsti. Og ég skrifa út alla röðina. Þetta er það sem að þetta tákmál þýðir bara. En ég var búinn að prófa þetta hér. Allt nema síðustu töluna, síðasta staki í rauninni. Og þetta var F2N. Og ég ætla að margfalda bara búið svigum hér. Þetta er 2N plus 2 minus 1, það er bara 2N plus 1. Og ég var búinn að sjá, nú getur ég skrifað þetta aftur sem röð með summutákni. Og ég var búinn að sjá að fyrir stóra N, jafnt og 6, að þá var þetta formúlan. N í öðru, stóra N í öðru. Og svo kemur þessi aftur hér. En við getum bara þátt að þetta hérna. Þetta verður þá stóra N plus 1 í öðru. Þannig að ef það virkar fyrir eitthvað stórt N, þá virkar það fyrir næsta stóra N á eftir. Eða næstu samlíkjandi heiltölu á eftir. Þannig ég þarf ekki að gera þetta með tölum. Algebran segir að þetta muni verða rétt. Og til þess að sjá að þetta er nákvæmlega sama og rétt að formir, allt í lagi, ég bæti núna við, þetta er 7 í raun og veru. Nú er síðasti liðvísirinn í talningarrauninni orðin 7 eða stóra N plus 1. Þá hækka ég bara teljaran hér til að síðasta síðan má prófa og læt stóra N koma í staðinn. Þannig að hér hef ég þá raununa á því formi sem að maður setur hana fram í formúlu. Litla N er stóra N plus 1 og ég var búinn að koma í staði að þetta er stóra N plus 1. En það heitir núna litla N. Þannig að hér er formið aftur endurheimt og þetta þýðir þá að þessi formúla, þetta er lokaða form raðarinnar, er rétt fyrir allar talningar. Svona. Ég set svona stjörnu fyrir ofan N til þess að taka 0 úr. En ætlum gildi líka fyrir N jafnt og 0. Svo prófa maður það. Við skulum þá setja þetta fram svolítið formlegar. Við þurfum ekkert endilega að telja frá 1 upp í eitthvað N. Við getum líka talið frá einhverjum fyrsta liðvísi upp í einhver síðasta liðvísi. Þessi hérna tala þýðir að við ætlum að byrja að telja í F. Þetta er kallað bara fyrsti liðvísir. Og hérna, þessi tala hér, þetta er heiltala, en kallast á síðasti liðvísir. Svo segjum að K-ið telji frá F upp í S, fyrsta liðvísi upp í síðast og það er alltaf 1 á milli. Þetta hér er þá almenni liður raðarinnar. Þetta er formúla fyrir röðinni. Svo er þetta talningaregla. Ef við horfum hér á, hér er S og hér er F, hvað er þetta margir liðir? Og þetta er eitthvað sem maður skildi bara fikta í. Já, til að nú ætla ég að telja. Hvað eru margar heilar tölur frá 1 upp í 10? Og við segjum, já, það er auðvelt. Það er bara 10 tölur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allt í lagi. Ef ég vil reikna það út, bara með því að horfa á þess að þær tölur. Þetta er síðasti liðvísir og þetta er fyrsti liðvísir. Hvernig fæ ég 10 út? Gildir þessi formúla? Síðasti mínus fyrsti, það er bara 9. Allt í lagi, það er síðasti
mínus fyrsti og svo pluss 1. Svo það maður aðeins að gildir þetta líka ef að fyrsti liðvísi væri 0. Hvað er þetta margar tölur? Ef við byrjum að telja í 0. Það er ein bæst við, þannig að þær eru 11. Þær eru 11. Gildir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Þetta eru 11, já. Og þá prófið, þetta er síðasti liðvísi, þetta er fyrsti liðvísi. Síðasti mínus fyrsti pluss 1 verður þá 10 mínus 0 pluss 1, jú, þetta eru 11 tölur. Þetta getur ágætt þegar þetta er aðeins snúnara að hafa þessa undirstöðureglu bara á hreinu. Hvað eru þetta hérna margir liðir og það er lakkrís í velvæn fyrir það sem svara fyrst. Svartur lakkrís. Við erum að telja í mínus 5 og endum í 17. Takk fyrir. Hvað er þetta margar tölur? Heiltölur. 24, 23. Það var að telja. Síðasti er 17. Mínus 5 pluss 1 og þetta eru hvað? 22 pluss 1 er 23. Hver var með þetta? Kári. Já, það er allt í lagi fyrir það átti vitnis það að Kári á inn í lakkrís, svartan. Nú, skoðum aðeins meira. Nú skulum við skoða þessa röð, þar sem við skoðum sömu ferningstalna. Við eigum síðan eftir að tala, svo segja ykkur frá því, Paul-Haber-raðir. Það er aftur víkuverkefni. Þetta er ein af Paul-Haber-röðunum. Nema hvað, að þær byrja alltaf í einum. Hér erum við að prófa annað. Nú erum við bara aðeins að æfa okkur á orðfæri. Fyrsti liðvísir, við æfum okkur að greina runur svona. Horfum á hann, mínus 1. Síðasti liðvísir, 10. Almenni liðurinn, xk, k í öðru. Fjöldi liða, 10 mínus 1, pluss 1, 12. Summa raðarinnar er, þá þurfum við bara hreinlega að skrifa þetta út. Setjum þá liðvísina inn í formúluna, mínus 1 í öðru, 0 í öðru, 1 í öðru, 2 í öðru, 3 í öðru, 4 í öðru, 5 í öðru, 6 í öðru, 7 í öðru, 8 í öðru, 9 í öðru, 10 í öðru. Þetta er ekkert mál þegar maður er með MATLAB, en er til lokuð formúla fyrir þessu. Ef maður leggur saman allar ferningstölur frá með einhverju vissu marki, er til formúla alveg eins og áðan fyrir því. Og svo er það já. Og við munum komast að öllum það. En hvað í þriðja? Ef við myndum leggja saman 1 í þriðja, 2 í þriðja, 3 í þriðja, 4 í þriðja og svo framvegis upp í eitthvað enn í þriðja, þá er til formúla fyrir því líka. Og þessi Paul-Haber, hann fór upp í 17. Með fylgjum getum við farið upp í hvað sem er. Það er að segja, veldisvísirinn var 17, þá hætti hann. Þetta getur haft hagnýtt gildi. Ég var á togara og það sem að við þurftum að hlaða kössum svona undir móttökunni og að búa til pláss, fiskaðist vel. Og við þurftum að raða kössunum upp svona og svo náðu þetta bara ákveðið langt. Var til þægileg leið til þess að telja það. Við sáum það náttúrulega ekki, við byrjum hér innst og svo framvegis svo þegar hún var full. Það var fullt hérna hólfið undir móttökunni. Hvað voru margir kassar? Þá var náttúrulega, við vorum alltaf talsveit fyrir þetta, en við sjáum hérna allavega 1, 2, 3, 4, 5. Við mannum ekki lengur hvað innst fór hátt. 1, 2, 3, 4, 5 og hér 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 og 1. Ef þetta hefði verið svona, þá er þetta bara 1, 2, 3, 4, 5 og svo leggjum við saman. Hvað eru komin upp í? Þetta er 15. En ef við steypum nú í huganum afriti af þessum hér ofan á, þá er miklu auðveldara að reikna þetta. Og gera nú bara annan. Ég má líka hugsa með hluti og tákna á einhvern veginn. Og tek bara kassana, afrita þá og setja þá svona ofan á. Og það er mikið fljótlega að reikna þetta. Það er ekki að telja. Við sjáum að áfram, nú getur ég nota bara grunnlína sinnum hæð. Þannig að hér fáum við 1, 2, 3, 4, 5. Leiðu ég geri afrit, þá tek ég fyrst aftur og hann leggst ofan á síðustu hæðina. Þá fæ ég 1, 2, 3, 4, 5, 6. Þannig ég fljótari að margfalda. Hérna, 5 sinnum 6. Það er
tvöfalt það sem ég vil fá út úr þetta. Þannig að 5 x 6 eru 30 en ég að leita að tölunni 15. Þannig að þá auðvelt kannski að bæta við að ef þetta ekki endilega 1, 2, 3, 4, 5 heldur n. 1 + 2 + 3 og allar leið upp í einhverja tölu almennt n. Við búum til formúlu. Getið þið séð fyrir ykkur hvernig við myndum smíðana? Já, einmitt. Ef við endum hér í n, þetta talar n, svo gerum við afrit af þessu hérna sem undir móttökunni, setjum ofan á, þá erum við aftur komið með n hér og þá komin n + 1 kassi hérna, einum meira og fjöldi kassa þá, ef fjöldi kassa heitir s, þá sé ég allavega að 2s n sinnum n + 1 og Breki hann sá strax bara að þetta verður að vera formúlan og kannski þekkir að fornu fari, ég veit ekki. Svo náttúrulega skoðum við þetta í matsalnum og ég var að ætlaði að sýna vélstjóranum þessa formúlu, hann sagðist ekki þurfa á þessu að halda. Þannig að við fórum í kapp. Það var fyrsti vélstjóri, annar vélstjóri, þeim átti að hafa tölvu, ég fekk blað og blýant og þá átti að leggja saman allar tölur frá 1 upp í 1000. Annar byrjaði 1000, taldi niður og hinn fór upp. Þeir gerði villu það því að þeir voru ekki alveg með að hreina hver að stoppa. En þið sjáu náttúrulega því að við kunnum þessa formúlu að við myndum bara segja hvað er það margir kassa. 1 + 2 + 3. Við myndum segja þetta 1000 sinnum 1000 og 1 deilt með 2. Í staðinn fyrir að margvalda þá ætlum ég að deila hérna, fæ bara 500. 500 sinnum 1000 og 1. Þetta er mikið fljótlega. Hvað er þetta mikið? Það er bara að nota dreifireglu. Þetta er náttúrulega þá 500 sinnum 1. Þá fáum við bara 500. Og svo 500 sinnum 1000. 500 1000. Og svo get ég lagt þetta tvennt saman. Þegar við sjáum þetta er stundum gott og ég fekk heilan bjórkassa fyrir þetta. Það er satt, þetta var til St. John's. Þeir fengi ekki neitt á hann að vilja þetta. Nú, jæja. En við viljum sem sagt kannast í svona form. Þetta sett upp þannig, þetta skjal, að það eru verkefni. Það er eitthvað sem hugsað sem svo að við höfum bara að æfa okkur á eða skoða saman. Og svo verkefni sjáum þið, verkefni 1 og svo eru sýnidæmi, reglur, þegar aðeins er farið að líða á skjalið, þá fáið þið skiladæmi og þið sem sagt bara að skiladæmum en ykkur er velkomið að skila líka verkefnum. Þið getið bara sett henni lausnarumhverfi. Þá tökum við 10 mínútna kaffi og svo höldum við áfram aðeins niður í þetta skjal. Þannig að við skulum skoða hlutina aðeins saman. Hjálpið mér aðeins með þetta. Fyrsti liðvísir er -5. Síðasti liðvísir er 5. Almenni liðurinn er K í 5. Fjöldi liða í röðinni er 5 mínus 5 plus 1. 11. Summa raðarinnar er, hérna ef ég myndi nota MATLAB. Nema ég læri einhvern tímann formúlu fyrir K5 og það er gert. Þegar við fáum fálhappaverkefni þá smíði nákvæmlega formúlu fyrir þetta hér. Og Íslandsmetið í að smíða þessa formúlu á hann Baldvin Ari hérna sem er núna á öðru ári og það er 7 mínútur 01 minnum mig. Svona til gamans. Og einn úr þeim bekk, hann fór allar leið upp í að finna þetta fyrir K í 9. Hann var ekki svo lengi að því, 37 mínútur. Ég sýni ykkur myndir af þeim í fálhappaverkefninu. Þeir eru að gera þetta fyrir jólin og hlusta á Beethoven. Í þessari stofu. Og svo prófið bara gott og vel. Hérna er ykkur formúla. Hér er ykkur almennilegur runu. Það margfalda hana með
fastri tölu A. Skrifa þetta út til þess að átta mig á því hvað við erum að tala um. Og hér nota ég bara dreifireglu, það er A í öllum liðum. Þannig ég tek A út fyrir sviga. Þetta hér er svona form. Og svo er hérna með tölum, oft gott að sjá tölur líka. Ef við höfum sléttartölur, þetta er almenna formið fyrir sléttartölur. Og þetta er 2, 4, 6, 8. Já, ég get ekki 2 út fyrir sviga, 2 er þáttur í öllum liðum. Svoleiðis þetta er bara tvísa sinnum talningaröðin upp í 4. Sama hér, A er fasti og hér eru 2 runur gefnar. Þær hafi jafnmarga liði. Þannig að þá er þetta jafngilt táknmál fyrir XK-röðina. Að ég reikna út eða skrifa út liðiraðarinnar, eins og við gerðum hér. Og hafi svo sameiginlegan þátt bara fyrir utan sviga. Eða ég skrifa þá með rununni. Þetta er bara munurinn á því að þetta er bara munurinn á því að skrifa röð á þessu formi eða þessu formi. Þetta er bara dreifireglan okkar gamla góða. Og þetta hér er mjög mikilvægt vegna þess að það er línuleiki sem að hjálpar okkur síðan með heildun og deildun eða diffrun og tægrun. Og þannig að þetta verður eiginleiki sem að erfist yfir í heildun og deildun úr runum og röðum. Að við getum tekið fasta út fyrir aðgerð og við getum lagt saman 2 aðgerðir. Og ef að eitthvað er þannig að maður getur tekið fasta út fyrir aðgerðina og lagt 2 aðgerðir saman beint, þá er sagt að við höfum aðgerð sem er línuleg. Deildun og heildun eins og runur og hraðir eru eða uppfylla þessi línulegu skilyrði. Það er ekki allt línulegt. Þess að við verðum með eitthvað sem lítur svona út. Það er til dæmis x plus y í öðru. Ef þetta væri línulegt, þá kemur út x í öðru plus y í öðru. Við getum fellt svigan. En þetta er rangt. Við verðum að segja hér plus 2x í. Eitthvað sem er línulegt er þannig að maður fellir svigana og aðgerðin sem er beitt á, til dæmis þarna var það annaveldi, hún skilar sér bara lið fyrir lið. Allt í lagi hér heldur við bara áfram, hér höfum við fyrstu talninguna upp í 4. Þetta eru slétttölurnar, oddtölurnar, svo getum við lagt saman runum sléttartalna og oddatalna og fáum þetta hér. Og svo er þetta bara rifjað upp áfram. Og þetta kemur náttúrulega bara á sögunni. Þessar tölur hér sem við skoðuðum hérna undir móttökunni eru kallað, summa þeirra er kallað þríhyrningstölur. Og þetta er þá fyrsta þríhyrningstalan 1, 3, 6 og 10. Og ef við leggjum saman þríhyrningstölur, hvað fáum við þá? Við þurfum að leggja þér svona, þetta er fjarki. Bætum 6 við fjarkan, það eru komið þá 10. Svo er þetta bara endurtekning, liðir runurlaði saman, það myndi röð. Og nú sáum við að runa, já, við segjum teljanleg. Stundum sagt að þessu óendanleg, ég ætla að hafa það einnig að sviga. En fyrstu liðir runu sem er þannig að það er hægt að þrepa hana, það er alltaf hægt að halda áfram. Stundum höfum við ekkert áhuga á öllum mögulegum liðum, en viljum við stoppa einhvers staðar. Runan er kannski á leiðinni hingað upp við tunglsins eða hvert það sem maður fer þegar maður klifar upp stiga sem alltaf bætir við sér þrepum. Að stundum viljum við stoppa og þá höfum við bara orðfæri við það. Þá tölum við það að mynda hlutsum. Það er partial sum. Stundum viljum við bara skoða það upp að ákveðnu marki. Og stundum viljum við reyna að ýta þessu enni áfram, sjá hvert það leiðir okkur. Nema hvað að þetta hér
þessi tala sem kemur út af þessu summu kölluð þríhyrningstala. Svo þegar við reiknum út fyrstu þríhyrningstölurnar, þá fáum við 1, 3, 6, 10, 15, 21. Svo spurt, getum við fundið þessa runu á páskaþríhyrningnum á forsíðunni? Getum við fundið nákvæmlega þessa, 1, 3, 6, 10, 15, 21. Förum bara niður frekar, það fljótlegra, hann hér. Getið fundið þessa runu ykkur staðar. Annaðhvort lárétt eða á ská. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Já. Þessi hérna. 1, 3, 6, 10. Sást hann annars staðar? Já, 1, 3, 6, 10. Já, þín svona marglít einmitt. Þetta nefnilega gerist í þríhyrningnum, já. Flott. Ég hef spurt þessa spurningu áður, það er enginn bent á þessa. Þannig taka einhvern veginn eftir þessari. Já, hlýlega skemmtilegt. Þá sjáum við það að það er einhverju speglunreiginleikar í þessum þríhyrningi. Ætli sé til formúla fyrir því hvað gerist þegar við leggjum þessa saman og hvernig þetta hugsað. Við byrjuðum námskeið á því að tala tvístæðar aðgerðir, strangt til tekið. Það getur bara lagt saman 2 tölur í einu. Þess vegna söfnum við alltaf upp. Fyrsta þríhyrningstalan, þetta er tákn fyrir summu, er 1. Hvernig finnum maður næstu? Þá tekum maður það sem er komið og leggum við næstu tölu sem var 3. Svo tökum við þessa tölu sem er komin 4 og bætum næstu tölu í listanum við, alveg eins og vorum að gera áðan. Þannig að þetta er alltaf reglan. Þetta hérna þýðir bara það að við getum bætt við. Þetta er bara almennari talningar aðferð. Hér er það fyrsta skiladæmið og við erum beðin að styðjast við mynd 1 hérna, og við erum að teikna næstu mynd. Það er bara það sem við gerum til að byrja með. Reyna að finna formúlu. Bara með því að fikta. Allir gott ég geti formúlu. Almennt. Hún er sýnd þarna. Jæja, allir gott ég finna það. Nefna hvað hér kemur páskaþríhyrningurinn og aftur þurfum við að gæta orðfæri. Sumir forritar að nota alltaf SEQ fyrir runur. Það er mörgulegt ágætt. Eitt að vandismæli svo þið þurfum ekki að horfa á þetta. Bara ef við höfum hér runu skilgreind í MATLAB, þá er þetta skipunin sem gefur fjölda talna í rununni og summan er þá svona. Og þetta er runa, þetta er bara orðfæri, þetta er röð, þetta er þá summa liðana. Hún er líka kölluð þversumma. Þegar við höfum vigur almennt og leggjum alla liðina saman, þá tölum við þversumu vigursins. Það er ágætis orð. Og aftur hæðir, hérna, L0 eða lína númer 0, lína númer 1, lína númer 2, að því við byrjum að telja í 0. Og til þess að athuga í hvaða línu við erum, þá getum við hort á hvítu tölurnar. Það er engin hvítur sexhyrningur hér. Þannig að hér er 0. hæð, hér er fyrsta hæð, 2, önnur hæð, 3, þriðja hæð, 4. hæð. Maður bara passa sig á því hvernig maður nota samt orðin. Við byrjum að telja í 0. Ef þið eigið eða komist ekkert yfir stórkostlega bók sem heitir, það er stólið með nafnið á bókinni. Þetta er sem ungan strák sem að kann illa við stærðfræði, leiðist þetta og stærðfræðikennarinn hans reykir vindla og leggur fyrir allt og erfið og mörg dæmi. Og þá fer hann að dreyma töfrapúkinn, talnapúkinn alveg rétt. Talnapúkinn heitir þessi bók. Það er talnapúkinn og hann fer að dreyma púka sem kemur til hans á nóttinni og hann sýnir honum páskaþríhyrninginn og alls kyns töfra sem að felast í páskaþríhyrningnum. Og það enda með því að hann hefur ákaflega gaman af páskaþríhyrningnum og svo framvegis. Ég þarf endilega að koma með þessa bókina við tækifæri og sýningurna. Hér hefur við svo bara þetta orðfæri
Við prófum síðan, við fiktum í hlutunum, ef við leggjum saman raðirnar í þessum töfraþríhyrningi eða Pascal-þríhyrningnum þá fáum við að þversumman alltaf í ferningstölutöflunni. Þetta 2 í 0, 2 í 1, 2 í 2, 2 í 3, 2 í 4 og við getum giskað á að þetta verði einhvern veginn reglan. En hvernig sannar maður það? Og svo þetta verkefni 2, skrifa upp 6 fyrstu hæðirnar í Pascal-þríhyrningnum eða teiknum Pascal-þríhyrningin sjálfan aðeins að kíkja. Getum við gert það? Og hvað átt við með 6 fyrstu hæðirnar? Á maður ekki að hætta þegar maður komin upp í 0, 1, 2, 3, 4, 5. Getum við gert þetta aðeins að kíkja, bara hérna á blað. Efsta hæð 1. Svo var hvað? Hjálpið mér. 1, 1. Og næsta. Hvað kemur hér? 2. Og næsta. Hvað kemur hér? 3, hér. 3, hér. 1. Og næsta. Hvað kemur hér? Akkur koma 4 hér. Já, 1 + 3, 4. Og hér? 6 hér. 4. 1. Og hvað konar margar hæðir? Ef ég segi 1, 2, 3, 4, 5. Einan. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Fínt Og það sem að þetta snýst síðan hér, ég ætla að biðja ykkur að lesa sjálf, hvernig tvíliðu stöðlarnir koma fram einhvern veginn við eðlilega rannsókn á umröðunum. Fyrst sækjum við þetta orðfæri, 1 × 2 × 3 × 4 × 5. Það kallað aðfeldi talningana. Og í MATLAB við skipunum faktoríal 5 sem verður 120. Og það mjög eðlilegt að kunna utanbókar, ekki lengi að reikna það, svona fyrstu aðfeldin. Þannig að 0 hrófmerkt skilgreint sem 1. Og það kannski ekki gott átt að segja af hverju og eða hvað þetta á eiginlega þýða. Og mér kannski þótt best að hugsa þetta út frá hugmyndum og talningafræði. Það sem að aðfeldi svar við ákveðnum spurningum, hve marga vegur þetta gerir eitthvað. Og svarið við spurningunni 0 hrófmerkt, já, hvað þýðir 0 hrófmerkt? Það þýðir hve marga vegur þetta velja að gera ekki neitt. Og það eiginlega alveg augljóst að það bara hægt að gera ekki neitt á einn hátt. Það má ekki gera neitt annað en ekki neitt. Það bara einn möguleiki. Og svo 1, náttúrulega bara 1 hrófmerkt. Hvernig finnum við 2? Það 2 sinnum 1 hrófmerkt, það eru 2. Þá höfum við 2 hrófmerkt. 3 hrófmerkt þá 3 sinnum 2 hrófmerkt, það 6. Þá erum við komið með 6. Og hvað 4 hrófmerkt? Það 4 sinnum 3 hrófmerkt, það eru 24. Og hvað 5 hrófmerkt? Það 5 sinnum 4 hrófmerkt, það eru 120. Og hvað 6 hrófmerkt? Það 6 sinnum 120, það eru 720. Nú erum við komið með þrist í aðfeldið, þannig að við erum ekki alveg viss að þversumur allra aðfelda eftir 3 hrófmerkt verður að innihalda hafa þversumur sem gengur upp í, sem að 3 ganga upp í. Þannig að 3 gengur upp í 6, 3 gengur upp í 24, 3 gengur upp í 120. Þversuman 3, þversuman 6, þversuman 6. Þannig að 6 hrófmerkt verður að vera að tala sem þversumu sem þannig að 3 ganga upp í. Og 6 hrófmerkt 6 sinnum 120 sem 720. 7 + 2 + 0 eru 9 og 3 ganga upp í 9. Og svo bara fínt að kunna eina en strax. Hvað 7 hrófmerkt?
ef ég segi ykkur hann byrja á 5.000 eitthvað, það verður að vera hér. Það verður eiginlega að vera eitthvað tölur sem eru þannig að 5 pluss það sem vantar hérna, sé ykkur tala í 9 töflunni eða 3, já, 3 gangu upp í, já. 5.040, flott. En er ykkur sem að veit hvað 8 hrópmerkt er? Nei. Það er þægilegt að kunna upp í 10 hrópmerkt. Haldið að 10 hrópmerkt sem minni eða meira en 1.000.000? Látum það liggja. Allt í lagi, þá skulum við bara skoða hér að lokum sýnidæmi 9 og ætlum við verðum ekki að fara að segja þetta gott. Hér höfum við 3 manneskjur kannski, A, B og C, og það er alltaf að sitja saman í bíósal. Og þær vilja vita á hve marga vegu þær geta setið hlið við hlið. Og það er ekkert annað heldur en að prófa. Það setjast fremst í bíó meðan svona aðrir sækja sér popp, þá æfa þau sig. Fyrst prófa þetta hérna, A sest hliðin á B er í miðjun og C er hérna kannski, já, til vinstri handar við, ef við horfum á þetta frá sjónvarp þá er hólið þeirra, til vinstri við B. Þannig að það er einn möguleiki. Svo situr A kjurr og B og C víxla. Þar með verður A skipt sæti. B kemur núna í sæti A. Svo gera þetta bara í stafrófsröð, svo fá A C, B situr kjurr og C og A víxla. Þá er komið 4 möguleika. Hvað meira hægt? Það er C setjast hérna í fremsta sætið. Svo setjast hinn við hliðina á honum A og B og svo víxla. Þannig þetta eru 1, 2, 3, 4, 5, 6 möguleikar. Við erum búin að prófa það alla, það er ekki meira hægt. Og hvernig á maður að gera þetta með einhverju góðu kerfi? Segjum bara að A setjast fyrst og X eru auð sæti. Þá eru 3 möguleikar fyrir A að setjast. A getur sest fyrsta sæti, það getur sest í annað sæti og hann getur sest í 3. sæti. Fíntir, það eru 3 möguleikar. Nú, svo kemur annar hinna, segjum bara þessi B. Þá er hann úr 2 möguleikum að velja. Og fyrir hvern og einn, ef við skoðum þennan fyrst, hann er hérna, þá hefur B 2 möguleika á því að setjast. Hann getur sest hér eða hér. Hefði A sest hérna í miðjuna, þá verður B að setjast, já, vinstra megin eða hægra megin við A. Það er 2 möguleikar aftur. Og ef A sest hér í 3. sæti, þá getur B sest, já, í 1. sæti eða annað sæti. Þess að þeir eru 6 möguleikar. En þetta voru 3 manneskjur. Nú kemur Karl og, já, það er alveg sama. Það er búið að ákveða fyrir hann hvar hann getur sest af því hann er síðastur. Hann getur sest hér ef að hinir velja þetta. Hann getur bara sest í miðjuna hafi hinir valið þitt. Þannig að margföldunarreglan fyrir, þetta er kallað fjöldi umræðana á því að setjast til dæmis í sæti, fyrst eru 3 möguleikar fyrir þann fyrsta og svo fyrir hvern einn af þeim eru 2 möguleikar fyrir þann næsta og svo síðasti, hann á ekki séns. Hann verður bara að setjast það sem autt sæti er. Það er bara 1 autt sæti. Þannig að 3 sinnum 2 sinnum 1 eða 3 hrópmerkt. Þetta hefði verið 5 manneskjur. A, B, C, D, E. Og beitum við nákvæmlega sem rökum hvað eru margir möguleikar fyrir 5 mann sem ætla að fara í bíó saman. Að setjast. Að setja sig. Það eru 120 möguleikar. Allt í lagi ef að við eigum nú kannski 5 vini og förum með þá í bíó og við erum sem sagt 6 saman. Við ætlum að prófa alla möguleika á því að setjast í sæti á fremsta bekk. Hvað eru margir möguleikar? 6 hrópmerkt. Það gæti tekið alla bíómyndina að prófa alla möguleika. Það er kannski betra að setja aftast sem að trufla ekki hérna. Eða kannski verið ekkert að gera þetta í bíó. Og svo er þetta skipun í MATLAB sem heitir PERMS, það sem að getur skoðað þessa hluti og við tökum bara A, B, C, bókstafi, sjáum við karakter, array, stafavíkur, að þá sýnir hún okkur alla möguleikana.
En stundum viljum við bara telja. Þetta er 1, 2, 3, 4, 5, þetta er 1, 2, þetta eru 6 möguleikar og þá getum við bara búið okkur til svona talningu. Sjáðu, skipunin þannig, hún skilar útkomunum sem fylki og við höfum í rauninni bara áhuga á fjölda lína. Þá getum við notað þessa skipun hér, þetta er fylki og hérna höfum við línur og hérna höfum við dálkar og notum skipanina size sem gefur fjölda lína og fjölda dálka á Helms. Þannig að ég bið hann að segja mér bara hvað er þetta margar línur. Þá ætti maður kannski ekki að prenta þetta út ef maður er með mjög stórt fylki. Og já, við höfum hvað? Við höfum 10 mínútur eftir. Og svo kemur hérna þessi talningaregla. Ef við höfum listi er bara runa. Það er bara þægilegt að tala um lista stundum frekar en runur. Af því að við búum okkur til verkefnalista og minnislista og hvað nú heitir þó þetta séu bara runur. Og það gilda sömu reglur lista og runur, nema stundum er hægt að umræða og viljum við umræða. Tölum á einhverju lista og þá er listin oft bara kallar umröðuna vikur. Þetta er bara orðfæri. Þetta er tekið fram þarna að ofan. Og nú erum við búin að sjá, út frá sýni dæmi 9, hvernig við getum útvíkkað hugmyndina. Og við erum með tölur hér, við erum að velta fyrir okkur ákveð marga vegu, getum við umræða þessum tölum öllum. Það eru n talsins, þess að við höfum þá aðfeldi n hrópmert. Hættir ykkur ekki til þegar lesið n hrópmert að segja þetta hátt, en kemur það ekki fyrir ykkur. Það er eitthvað í þessu sem kallar á mann. Nú, svo ætlum ég að prófa A, B, C, D. Þið ætlum að skila þessu og þið ætlum að skrifa þær allar út. Þið vitið fyrirfram hvað eru margar. Á hvað marga vegu getið þið raðað A, B, C og D. Engin lakrís í velun. Það bættist einn við vinahópinn sem var í bíóinu á Fremstabekk. Hvað er þetta að raða þessu á marga vegu? 24. En hérna er annað upp á teininum. Hérna er 1, 2, þannig að ein tala er tvítalin. Þá þurfum við að skrifa út alla möguleika. Því að þetta verður ekki 3 hrópmert. Það sem að hér kemur eitthvað annað fyrir. Og rennum okkur gegnum lottóið. Og svo erum við búin að sækja okkur þann grunn sem við þurfum fyrir Tílu-regluna og reglu Pascal. Skulum skoða það saman. Nú getum við svarað svona spurningum. Ef 5 manns ætla að sitja saman í bíó, saman, á hve marga mismunandi vegu er hægt að raða þeim í sæti. Og við vitum þetta. Sá sem sest fyrstur eru 5 möguleika, sá sem sest næstur eru 4 möguleika, sá sem kemur svo og 3 möguleika, svo 2 og sá sem kemur síðastur, hann verður bara að setjast til auðsæti. Þannig að þetta er 5 hrópmert. Svo getum við aðeins velt þessu fyrir okkur. Ef að 5 menns ætla að fara saman í bíó, og þau vilja setja á Fremstabekk, það eru bara 3 laus samlíkjandi sæti á Fremstabekk. Hini verða að fara eitthvað annað. Hvernig er þetta þá? Og þá höfum við bara 3 sæti. Sá sem kemur fyrstur, hann hefur bara það er bara 3 sæti hér. Sá sem kemur fyrstur, hann hefur 3 möguleika. Þetta er sko, það eru 3 laus sæti á Fremstabekk. Sá sem kemur fyrstur. Þetta er eitthvað skrítið. Á hve marga mismunandi vegu er hægt að raða 3 og 5 í lausu sæti 3 á Fremstabekk. Sko, það skulum við hugsa öðruvísi. Hvað eru þið mörg? Þau eru 5. Þannig að það eru 5 möguleikar á að setjast, já, til dæmis hér, að þau eru 5. Það þarf að snúa þessu við. Þau eru 5. Allt í lagi. Þá er 1 sestur.
Það eru margir eftir. 4. Og þannig að það eru 4 möguleikar á þessu hérna sæti. Og þá eru 3 manneskjur eftir sem geta sest hérna. Við höfum þá 5 sinnum 4 sinnum 3. Við urðum að hugsa þetta aðeins öðruvísi vegna þess að þetta eru 5 manneskjur. Og við þurfum að hjálpa staðið að finna út. Það eru 5 möguleikar á því að eitthvað setjast hér. Af þetta eru 5 manneskjur. Leið og einu sest. Það eru 4 manneskjur eftir sem setjast í annað sæti. Eða eitt hvert hinna sæti. Þess að það eru 5 möguleikar á að setjast fyrst. Einn sestur. Það eru 4 möguleikar fyrir það sem kemur næstur að setja. Það eru 4 möguleikar á fólki sem sest. Eða manneskjum. Og svo 3. Að því fáum við þessa hérna talningareglu. 5, 4, 3. Það maður aðeins að snúa þessu fyrir sig. Hérna erum við bara að skoða 3 af 5. Þetta erum við bara að skoða 3 af 5 í lausu sæti. Og á hvað marga mismunandi vegur hægt að raða þeim. Við verðum að segja að þessi stærðfræði afgreiðir það. Við skulum láta þetta aðeins standa og veltum þessu fyrir okkur vegna þess að það ekki alltaf alveg skýrt hvernig maður á að hugsa það. Og spurningin eins og hún sett fram, hún nóg óyggjandi? Þið með? Það þarf að vanda spurningunum. Þannig að hér kom góð spurning sem ég kynni okkur með að svara, að ég vilja hugsa aðeins um þetta. Og hið ósagða og svo framvegis. En við þurfum aðeins stærðfræðina við þetta. Þetta eru umræðanir hérna hjá. Og hvernig eigum við að gera þetta? Því við þurfum að hætta einhvers staðar. Fyrst eru n möguleikar fyrir n manneskjur, svo eru n-1 og svo n- eitthvað. Og ef það eru k manneskjur, hvað þetta? Ef það eru k manneskjur, þá höfum við þessa talningareglu hér sem við skoðum áðan. Síðasti liður eða stærsta mínus fyrsta pluss 1. Við verðum að hafa þetta þess að káta manneski sem kemur að. Það eru k-mörg laus sæti. Við setjum bara inn tölur, 5 og 3. Og ef við lengjum þetta hérna margveldi, við lengjum það með þessari tölu hér, n-k hrópmerkt. Það lengja bara margvalda með sömu tölunni frá neðan strik. En þá getum við skrifað þetta á þessu formi hérna. Það verður mikið að geima okkur lottóið og við látum nefnilega þessa hérna spurningu aðeins vera með okkur. Og veltum við fyrir okkur, spurningin alveg nógu skýr? Nú, þau eru búin að velta það fyrir okkur, þá segjum við að nákvæmlega þessar reglur hérna, það eru þær sem að hjálpa okkur að smíða það sem að heitir stöðlarnir í Pascal-þríðningnum. Það nefnilega vantar eina tölu í nefnarann, sem við þurfum að velta fyrir okkur. Einhverjar spurningar? Um þetta, eða annað? Það eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sæti laus. Þeir koma hér eftir hádegi og vinna Mersenne-verkefninu og þeir sem eru búnir að vinna þessu verkefni. Eða
í MATLAB. Og ef það er einhver spurningar, þá segjum við þetta bara gott í dag.